Já, herri, já, Valur heit ég, kem frá Eldur rétt. Takk hérlega fyrir að bjóða mér hingað. Heyrið ekki alveg í mig svona bara? Herri, afsakið. Já, ég semst fyrsti fyrirlestur sem ég held, þannig að ég vona að allir skemmt sér bara vel. Ég veit að ég gera það, en ég ætla að byrja að tala aðeins hvernig Eldur rétt virkar fyrir þá sem þekkja fyrirtæki eitthvað lítið. Það er margir innan viðskiptavinir og eitthvað samt. En í stuttum máli sagt, við bjóðum semst upp á fersk hráefni og góða leiðbeiningar til að elda rétti í hverju viku. Og við erum með mismunandi matseðil í hverju viku og 3 matseðlar í raun og veru. Þannig að þetta er matseðill seinustu viku til dæmis og hver matseðill inniheldur 3 rétti. Þannig að það er hægt að velja þá líka í nokkrum stærðum, þessum mismunandi skammtastærðum fyrir 2, 3 eða 4 til dæmis. Og semst þú pantar vikuna áður hjá okkur á netinu bara og við græjum öll hráefni í þetta. Og semst það sem við gerum er við tökum saman nákvæmlega öll hráefni sem þú þarft í eldamennskuna. Þannig að það verður ekkert eftir, þú ert hvorki að fá meira né minna af hráefnum. Þannig að semst matasóunin sem á sér stað er í lágmarki. Og við leggjum mikið á okkur að redda almennilegum hráefnum. Og þannig að allir laukar, til dæmis og paprikur og tómatar og svo framvegis er allt hand yfirfarið á okkar starfsmönnum og það er allt talið vandlega, allt stemmi og svo náttúrulega reynum við bara eins og við getum að hafa eitthvað gott í matinn, þannig að klárist örugglega allt á diskunum líka. Þannig að þú ert að fá bara akkurat það sem þarft, þannig að eldamennskan verður svona talsvert auðveldari líka því að það er svona minna að vigta og mæla og svoleiðis. Kostirnir við elda rétt eru margir og mætti helst nefna þá minni matasón, fjölbreyttari fæðu, peningasparnað og tímasparnað. Við höfum fengið marga vitnisburði við viðskiptavinina okkar ágæti þessa kaupa eldi rétt og bara hreinlega byltingu þá á heimilinu. Ekki bara hvað varðar matinn, heldur líka almennt bara heimilislíf. Það kannast náttúrulega allir við spurninguna hvað ég á að hafa í matinn í kvöld. Þetta er svolítið svona búin að vera svolítið mikið spurt allan á mínu heimili fyrir Eldur rétt. Það var svolítið þreytt, þannig að ég er náttúrulega fan number 1 á Eldur rétt. En já. En ef við byrjum á byrjunni, hvernig þetta var stofnað og svoleiðis, og beðum að tala aðeins það og hvernig við komum inn í þetta. En við sem stofnuðum fyrirtæki árið 2013, ég og Kristófer, mágur minn, sem situr hérna með mér. Sem situr hérna, hann situr ekki með mér hérna. Og forsagan er svo að Kristófer hafði unnið verkefni í háskólanum eitthvað árið 2012 eða 2011 fyrirtæki í Svíþjóð sem var svona frekar nýbyrjað þá og er að gera svipaða hluti að Eldur rétt gerir í dag, þó með aðeins öðrum áherslum. Við höfum rætt þetta mjög lengi í matabóðum og fleira, hann er semst mágur minn eins og ég nefndi, þannig við vorum búin að ræða þetta lengi svona hvað þetta væri frábært og hvað þetta væri mikið snillt að fá uppástungu hvað maður ætti að elda í næstu viku og fá svo öll hráefni bara send heim, það er bara þvílík snillt að svo mörgu leyti eins og ég var að nefna áðan. Og ég ætla bara svona rétt að detta inn á þetta með fyrirmyndir eða þannig, en við raunum horfum bara á þetta fyrirtæki í Svíþjóð á sín tíma, en frá því að við byrjum þá eru þessi fyrirtæki búin að blómstra öll Vesturlönd og mjög stór fyrirtæki kom upp á svipuðum tíma og við erum að byrja. Í kringum byrjun ás mitt ár 2013, þá svona byrjar þetta að skjótast upp út allt. Og það eru svona mismunandi áherslur hjá hverju, eftir löndum aðalega svona, bara hvað er í matinn og hversu mikið vesen þetta er sko. Og hvað er þetta eiga mikið heima til dæmis. Svo Svíþjóð hjá flestum fyrirtækjum þar þá þarf að eiga öll krydd og jafnvel pasta og fleira, en þegar við vorum að plana þetta þá ákvaða að Íslendingar myndu helst til að fá bara allt dótið. Þeir eru ekkert að nenna að standa í einhverju svona plana, ekki strax allavega. Þannig að einn sérstæða hjá okkur er að við náttúrulega tölum við tölumst aðeins við fólk sko, sem er svona fyrirtæki á Norðurlöndum, þekkjum aðeins til nokkra fyrirtæki og erum í sambandi við þau og við vitum að við erum svona frekar aðeins ferskari heldur en kannski mörg önnur fyrirtæki út í heimi í þessu. Með ferskan fisk meira, náttúrulega sérstæðan á Íslandi, auðvelt að fá ferskan fisk og almennt bara í ferskri vöru. Við erum ekki frosnu kjöti eða eiginlega engu frosnum bara, alveg lágmarki. Og að það önnur sérstæða okkar er að það er að sækja matapakkan í okkur, en það er ekkert annað fyrirtæki í heiminu sem við vitum af sem býður upp á það.
en þá getur semst kúnninn, ef hún finnst þægilegt þannig heima nálægt eða í vinnunni nálægt ekki komið við og sótt bara pakkan og spara sann smá sendingkostnað, þannig við rukkum sérstaklega fyrir hann. Þannig að voru 2013 þá ákveðu að þetta sé ógóð hugmynd til þess að sleppa við framkvæmana. Það var ekkert að frétta neinum innan heima sem ætlaði eitthvað að gera þetta og raun og veru fannst ekki það mörgum þetta það góð hugmynd nema okkur. En við vorum hvorum með eiginlega neina reynslu úr matvælageranum. Við vorum svona, fórum í þetta bara með góðskapið og bjartsýnina. Heldum þetta ekkert mál. En við leiðum sumarið 2013 og förum við í Smiðjuveg og það voru ekkert merkilegar merkingar til að byrja með. Við náðum að breyta því seinna. En við vorum í 6 mánuði að gera upp þetta 140 fermetra bíl og það fór svona eiginlega öll vinna fram bara okkur og vinum, vandamönnum og fjölskyldu og svona. Þetta var svona mjög low project atriði sem fór í gang. En við tókum okkur hálft ár í þetta. Býtum við þetta aftur að reyna. Þannig að janúar 2014 vorum við tilbúin að opna og eins og ég sagði, það var ekkert öllum sem fannst það neitt svakalega hugmynd. Í raun og veru ekkert það mörgum. Við áttum svona freka miklum erfiðleikum með að fá Birgja til að selja okkur, nenn að pakka fyrir okkur. Það var svolítið svona challenge til að byrja með. Við vorum að útskýra fyrir þeim, við höfum bara samband við ykkur því að pakki fyrir okkur þessu og þessu og þessu og þeir bara, nei, við erum ekki nenni. Þetta verður aldrei neitt hjá okkur en við vorum nokkri góðir sem að hjálpa okkur að stað og já, alveg það voru alveg nokkri sem höfðu trú á okkur. Þannig að við byrjum bara strax í janúar 2014 og við sem voru lítið hvað vorum fór úti, það var eiginlega engin fordæmi fyrir því sem við vorum að gera. Það er ekkert annað fyrirtæki að gera þetta, þannig við eiginlega þurftum svolítið bara að læra eins og bara tíminn leið sko. En við fengum strax ótrúlega marga kúnna, við vorum með fengum 30 viðskiptavini bara í annarri viku, þannig að það voru einhverjir sem örugglega bara allir sem átt heima úti og vissi af svona koncepti sko. Og við heldum bara að þetta myndi bara gerast, við erum bara konur í 500 pakka bara til nokkra vikur, poppum bara kampa inn og læti. En svo var vöxturinn ekki nema einhverjir 2 pakkar á viku. Það sem eftir var 2014 sko. Það var bara ekkert að frétta hjá okkur. Við vorum orðin mjög svartsýnir í lok 2014 og vorum búin að hjakkast í þessu í 1 ár og næstu í 2 ár frá því við byrjum að plana sko. Við byrjum vorið 2013 að plana að leggja einhver línur. Þannig að við vorum alveg alltaf á mörkunum við að hætta bara, þetta væri ekki verið að ganga og við værum bara búin að, við vorum mjög lítið sjálfstraust og það var svolítið erfitt. En við vorum með fáa en góða kúnna og vorum mjög ánægð með okkur og við lifðum rosalega mikið á góðu hrósi frá kúnnunum okkar sem við höfðum. Þau bara héldu okkur gangandi sko, algjörlega. Þannig að fáir viðskiptavinir en ánægðir viðskiptavinir. Þannig að við tóruðum svolítið á því. En við vorum ekki að fá neitt borga þannig sko. En í janúar 2015, eftir 1 ár, þá fórum við svolítið af stað og tókum svona óvænt stökk. Við vorum eiginlega bara hættir bara jólin. Svo bara í fyrstu vikunni í janúar þá þrefaldaðist bara salan og þá poppuð bara önnur kampavínsflaska. Ég held að það var alveg komið. En það gekk alveg ágætlega í árinu 2015. Við vorum að vera rosalega góð í því sem við gerðum af því að þetta mjög erfitt fyrirtæki að reka, það verður bara að segja þessu er. Ég held að það sé alveg pottþétt, það rosalega mikið sem getur farið úrskeiðis og við vorum búin að vera svolítið svona two-man show bara árið 2014, bara að pakka og keyra út og svara símanum að gera allt sko. Þannig við vorum orðin nokkur 2015. Við vorum komin upp nokkur 100 pantanir á viku í lok 2015 og vorum orðin svona svolítið að fá sjálfstraust aftur og fólk var svona vildi alveg selja okkur hráefni og vinna aðeins með okkur í þessu. Og svo 2016 var svolítið okkar ár, það var sama, það svona milli, yfirleitt eftir frí þá kemur svona sprenging hjá okkur. Við náttúrulega vinnum rosalega mikið í rútínu fólki, þegar fólk ekki í rútínu, það ekkert að gera okkur. Þannig að svona eftir frí eins og jólin 2015 og svo kemur 2016 þá kom svona svolítið sprenging hjá okkur aftur og gekk bara mjög vel. Þannig að við
keyptum húsnæði við Smiðjuveg núna í sumarið 2016 og vorum komið með þó nokkuð marga starfsmenn á nýbúlagi alveg tróðin þar. Vorum búin að taka hinn helmingin líka að leigu þar sko. Þetta voru orðið 280 fermetra niður frá. Og í raun og veru voru við orðin 35 starfsmennar samt sem áður sko. Það var ekki eins og kaffistofa. Þetta var rosalega, við náðum að gera hellingarna í svo litla rými. En við allan að færum okkur að niður og við sjáum aðeins inn í vinnsluna, ég og Kristó og litli strákurinn minn. Og þetta semst hluti af nýju vinnslunni. Svo þessi mynd, hún ekkert sérstök, það eitthvað svona drastlur utan og eitthvað. Þetta rosalega flott húsnæði, við lögum alveg allt í þetta, veitum öllum peningunum í það, þannig að nú erum við bara good to go. 2017, eins og staðan í dag, nú erum við orðin 35 manns í dagvinnu þannig að það eru miklu fleira að vinna, það eru fullt af verktökum og hlutastörf og fleira. En við erum byrjað að vinna alltaf því innan deildum í fyrirtækinu, við erum með pökkunardeilda sjálfsögðu, við erum með þróun matsela inn í eldhúsi, við erum með skrifstofudeild sem þá með tæknianga og þjónustuanga og svo framvegis, sendla, afgreiðslu og fleira og það gengur mjög vel hjá okkur, svona stuttum alveg sagt. Þetta ungt fyrirtæki, meðalaldur eitthvað í kringum 30 ára inni líklega og það jafnt við þá sem með yfirmenn eða aðra sko, það eru allir frekar ungir. Góðu liðsandi saman með ströngum reglum og aga gera okkur að sterku liði þannig niður frá. Þannig að við erum svona lús en við erum líka svolítið svona hörð. Þetta er mjög stressandi starf og það er allir undir miklu álagi þannig að þetta er svona í bland við þetta. Við reynum að slaka á en við erum líka svolítið svona röf. Og við reynum að gera bara betur í hverju viku, það er alltaf markmið. Markmið er alltaf að gera engin mistök, það er mjög erfitt. Ef það er engin mistök þá finnum við eitthvað annað til að gera betur. En framundan hjá okkur, við stefnum á frekara úrval í matselum og spennandi nýjungar í skipulagningu mataræðis og innkaupa og við erum með svona ákveðnar hugmyndir að halda áfram þessari þróun, þessari stórmerkilegu þróun. Það er svolítið gaman að því komið inn á áðan hvernig væri þetta að gera eitthvað nýtt úr einhverju gömlu. Þetta sé alveg dæmi um það, þetta var bara matur, svona freka basic hugmynd. Og við erum að gera þetta betur en þú myndir gera þetta og græða þetta fyrir þig. Þannig að það er ekkert af því. Okkur langar að þróa kannski frekari matsela sem getur náð til hversdagsmáltíða eins og morgumat og millimál og svo framvegis og halda þannig þróun áfram en náttúrulega það sem er stórkostlegt við þetta er þessi frestur sem við erum að fá og þar leiðandi að ná nýtni frá neytanda og upp í byrgja framleiðanda. Og það er ákveðin bylting sem að fæstir að gera sér grein fyrir er að eiga sér stað hjá okkur og neytandanum. En neytandinn er búin að, viðskiptunum okkar sem við erum í góðu sambandi við, eru búin að segja okkur vandlega frá því hvernig þau eru að spara pening. Það er bara staðfest. Það er fólk sem hugsa mjög vel um peningarna sinna og heimilisbókhaldið sitt og hefur staðfest að það er að verða peningasparnaður. Við fara sjaldnar í búðina, henda miklu minna og svo framvegis, svo náttúrulega tímasparnaðurinn og það er svo margt jákvætt í þessu sko. En mér langar að benda aðeins á hvað gerist þegar þú kaupir eldunrétt. Það sem er að gerast er að það er að myndast þessi keðja. Þannig að til að mynda ísfugl, ef við tölum ísfugl sem er mjög gott dæmi, þeir eru náttúrulega framleiða lifandi verur og kjúkling og hún er búin að láta okkur vita á 50degi, í raun og veru seinstulega á miðvikudegi, að þeir ætla að fá pakka hjá okkur sem inniheldur 2 bringur. Þannig að strax á 50degi erum við búin að láta ísfugl vita að við þurfum X bringur. Það verður ekkert meira búið til fyrir okkur. Og við getum alveg farið í lengri frest með þetta sko. Við getum tekið nokkra vikur en þetta virkar mjög vel. Þannig að nýtnin er að verða rosalega góð alveg upp í framleiðanda. Og þetta sama á við náttúrulega fyrirtæki eins og Banana eða Milluna eða fleiri sem eru að framleiða akkurat fyrir okkur. Við hendum ekki neinu og viðskiptanin hendur mjög litlu líka. Þannig að úr verður einhver svona ofurnýtni keðja sem er eiginlega bara ekki, varla hægt að matsa sko. Þetta snýst allt bara fyrirvara og það er náttúrulega hægt að gera, raun og hægt að taka þetta miklu lengra seinna meir. Þetta er náttúrulega bara eitt lítið skrefan í áttina en
Ég geti látið vita af hellinga mat sem ég vil borða bara næsta ári. Ég get alveg sagt bara ég ætla að taka 40 kíló hafragraut, 80 lítra mjólk. Ég veit ég að fara að borða það. Ég borða hverjum einasta mótni, bara svona sem dæmi, sko. Þannig að þetta er pottþétt eitthvað sem að kemur, sko, á endanum. En þetta leiðir að þessu stóra máli sem er matarsóunin. Matarsóun er að hafa gríðarlega áhrif á umhverfi okkar og veski okkar, sem er alltaf eiginlega sami hlutur. En talið er að alltaf 40% þeirra matvæla sem framleiddir enda á ruslahaugunum. Þannig að þetta eru gríðarlega úrræði og fé sem er að fara í ekki neitt. Og ég veit ekki alveg hvaða fyrirtæki, ef við myndum hugsa þetta sem fyrirtæki, myndi sætta sig við 40% affall. Það er náttúrulega bara ekki í lagi. En þarna erum við bendi aftur á að viðskiptarnir Eldur rétt og Byrgjar Eldur rétt eru bara með nánast 0 í affalli. Það er 100% nýtni nánast. Já, maður langar að benda þess á samkvæmt að því við höfum fengið gagnrýni út af plastnotkun sem er skiljanlegt. En samkvæmt rannsókn vísindamanna við Háskóla Danmerkur, Vísindaháskóla Danmerkur ætti að vera, það eiga umbúðir einungis 1% sök af umhverfisspillandi áhrifum á völdum matvælaframleiðslu. Þannig að stóra máli er að nýta matinn, það er það sem kostar mest og það er það sem er að menga mest. En einnig eru mikla sviptingar í umbúðabransanum og staðgengill plastumbúða er handa á hornið. Við hjá Eldur rétt erum að fylgjast mjög náið með þróuninni í þessu og við erum að tala Odda til dæmis mikið þetta. Þeir eru með svona stefnu að vera bara í innfluttum umhverfisvænum umbúðum. Þannig að þeir eru svolítið að taka skarið með í þessu, sko. En það er til dæmis efni sem heitir PLA sem við getum nú þegar fengið í staðin fyrir dollunum okkar, getum við skipt út í PLA sem er mjög miklu umhverfisvænara og er unnið bara úr sykurey og það hendar okkur þar sem það þolir ekki hátt hitastig, það hendar ekki öllum, en við erum ekki að vinna með hátt hitastig sem dollum, þannig að við getum notað til dæmis strax og þannig bara losað út alla plastdollur sem við erum notað, sem er stórt skref og við erum að vinna í að fullu að reyna að fá bæði plastfilmur í vélarnar okkar úr PLA og pókum og ég veit þetta er hægt, þetta er komið miklu lengra erlendis, þannig að þetta er bara vinnslu bara as we speak og vonandi verður eitthvað að frétta bara á næstu mánuðum af því. En já, svona að lokum, það stefnir allt í enn meiri sérhæfingu fólks í náinni framtíð, þannig að þýðir að fyrirtæki eins og Eldur rétt, svona þjónustufyrirtæki, svona öfgaþjónustufyrirtæki, eru að fara að blómstra og þjónustufyrirtæki almennt. Og einnig fólk verður meðvitað hvaða lætur ofan í sig og hvaða næringar hlutfall er í matnum sem það er að nota, það er miklu meðvitað matinn sinn. Þannig að við munum að sjá einhverja meiri svona öfgar í þessu að fólk vilji geta njörfa nákvæmlega niður hvað það er að borða og panta fram í tíman. Þannig að frábært að vera hluta af þessari matabyltingu eins og við myndum kalla það. Við höfum mikla ánægju á starfinu okkar, það er gefandi og spennandi tíma framundan og jákvæðir straumar umlykja okkur alla daga í verkefninu. Og við teljum að þetta sé lítil skref fyrir Eldur rétt, þá er þetta stór skref fyrir Íslendinga í átt að breyttum og betri matavenjum og innkaupum. Þannig að ég taka bara kærlega fyrir mig.